Steiktu grænu sólþurrkuðu hlustendur. Þið eru að hlusta á 95. þátt hlaðvarpsins 2 á toppnum sem við sjáum hérna, toppmennirnir, Oddur Ævar og Tóti. Toppmennirnir. Já. Sammála. Einn óvirkur blaðamaður og þú er náttúrulega ekki lengur blaðamaður, þú ert orðinn svona fréttamaður, alltaf í sjónvarpinu. Já, ég fengi mjög bátt fyrir það í þessum þætti. Já. Að vera, já, jú. Já, við erum komið inn á prikkið og hérna það á að fara að tattúa XXX á alla sem vilja. Nákvæmlega. Frábær frétt. Já, ég var með rottalundum á prikkunni í gær. Já, Ragga dóttir mín var þarna líka og mjög ánægð með að þetta skildi komast í kvöldur hérna. Aha. Já, ég sagði, já, þetta er bara Oddur vinur minn, sko. Já, ok. Já. Vá, geggjað. Heyrðu, og hérna, hvað sagði ég? Þáttur 95, hann er tekin upp og verður vonandi sendur út á sumardeginum fyrsta, 24. apríl 2025. Ég hef heyrt þetta áður. Hvað? Ég hef heyrt, við höfum bókstalum, við tókum upp á sumardaginu frista í fyrra Já, leik. var það ekki? Mér fannst Jú, einmitt- og þú sagði nákvæmlega þetta og mér er upplega mikið déjà vu hérna. Já, þetta er náttúrulega því ég hata þennan dag, sko. En hérna, ættum við kannski að kynna gestina áður en að við förum inn í miðan þátt, eins og venjulega. Já. Heyrðu, þessi þáttur er aðalega eyrnamerktur Black Mirror. Þú férst það í gegn. Já. Þú varst æstur í að Series 7. Sirius, Já. og það eru kanónur mættir til að ræða þetta. Fyrst embið þá nefna Halldór Auðar Svansson. Sælir. Læsaður. Og svo er hann aftur kominn, sami gestur í síðustu viku, Arnar Tómas Valgeirsson. Ég er náttúrulega bara einhver mubla hérna. Já, þú náttúrulega, sko, það voru ekki 2 þættir með þér sem að skiluðu sér ekki að minniskorti, þannig að þú, ef þetta tekst í dag, þá er þetta á sléttu, sko. Já. En hérna, já. Ég er líka bara að sigla í kjölfarið hérna, byrtunni sem stafar út frá fréttamanninum. Og það var sko. Já, skjábjarminn. Ég er eins og hérna fiskarnir sem hangu utan á hvítháunum, sko. Jesus. Já, en hérna, já, hvað ætla ég að segja þetta, að þú væri hérna, manna ekki. Nei. Ég held þessum löngubúum allar framdar á leik, sko. Já, Algjörlega. já. Þú ert bara orðin sem mubla, alveg rétt þér. Já, ágætis stás, sko. Já. Heyrðu, en já, það er þá 24. apríl og það var eitthvað hérna Pope Francis sem á dó. Var Pope það núna Francis. í þessari viku? Ja, Það var núna í þessari viku. Já. Það var bara á annan í páskum, sko. Það er frábær Já, dagur fyrir páa já, til að deyja. Hann náði að klára í síðasta sinn að koma á salinar og halda þannig að einhverja páskaathöfn. Já. Svo bara laðist hann uppi og dó. Já, alveg galið. Hann hafi náðu þessu, sko. Síðustu aðhöfninni, sko. Já, með Guðs hjálp og góðra manna. Með Guði sjálf. Heyrðu, það kemur okkur ekki við nema bara vegna þess að þetta kallaði á að Conclave er að detta aftur í bíó eða hvað? Jú, heldur betur. Sambíðun ætla að taka hann aftur í sýningu núna á mánudag, 28. og 3. dag, 2009. Apríl í Kringli. Í Kringli. Hérna, þetta er frábær mynd. Er þið búin að sjá hana? Já, mjög fín. Við töluðum eitthvað um hana, er það ekki þegar hún var að koma? Jú. Hún alltaf var eitthvað í Óskarsrönninu líka. Algjörlega. Skoraði hann ekki háttaður en mjög bara skemmtilega og spennandi mynd. Já. Það er svona gott fyrst. Þetta er bara svona mynd sem maður horfa á og ég er bara svona, og svo poppar alltaf upp annar stórleikari, þú veist, og annar stórleikari og þetta er bara Já. galið dæmi. Og hérna, já, þetta er svona, hún snýst þess að páakjör og þá furðulegu serimóníu sem að hérna, fer fram í Vatíkaninu þegar kardínalnir koma saman og þurfa eitthvað að þrasa þetta þá að kemur einhver reykur. Nákvæmlega. Einmitt. En ætlaði að sé einhver starfsgrein sem að, með svona stuttan líftíma í heiminum, eins og páfinn. Þeir eru alltaf eðlumálsins ákvæmdur ráðunirinn, þeir eru mjög gamlir og lifi ekkert rosalega lengi flestir. Nei, ekki sendið, náttúrulega Jóhannes Páll Pái, sko, hann var alla mína æsku og bara fram á bara líka bara Var það ekki? Var hann ekki alveg endast? Hann var svolítið lengi. Hann var segur, sko. Það var líka þegar ég var lítill. Já. Það var það númer 2. Já, þá er ég að tala um það er fullorðinsárin mín, eða þegar ég er að byrja að vera fullorðin, þá ert þú lítill, sko. Já, mér sem var skotin og allt, sko. Það, hérna, Já, stoppaði hann ekki. þess vegna er Pái núna í þessum bíl með þessum rúðum. Pópmóbíl. Já, Pópmóbíl. Svo sé ekki hægt að skjóta. Já. En ég myndi á Ralph Fiennes, hann er aðalgæðin í þessari mynd og ég var að sjá okkur að mynda honum einhvers staðar, hann er náttúrulega búin að helmassa sig upp og samla skeggi fyrir, hann ekki fyrir að leika Odyssey. Jú, nema ekki í myndinni eftir Nolan. Nú? Nei. Þannig að hann er ekki að koma hingað? Nei, ég held alveg örugglega ekki, nema ég sé að rugglast eitthvað stórkostlega, en ég held að Erum við að fara að horfa á eitthvað annars svona Wyatt Earp stand-up? Já, ég held nefnilega í alveg að það sé að gerast, sko. Já, en ég færi þetta bara í tala og ég bara sá þessa mynd á skjánum mínum, sko, helmassaður með svona mikið skegg og ég held að þetta væri Atli Bergmann, vinur okkar og gestu þáttarins í True North. Já, það er svolítið líkir. Það er eitt þér.
Heyrðu, en ok, frábært að Conclave sé að koma aftur í bíó en ef fólk vill eitthvað taka meira páagláb þá mæli ég með til dæmis The Pope of Greenwich Village sem hefur ekkert með neitt páa að gera heldur bara Mickey Rourke og Eric Roberts í early 80s-inu og svo The Pope Must Die það Robbie Coltrane að leika eitthvað bröðufugl sem einhvern veginn komin í þessa stöðu að vera pá eða ekki pá og það verður reyna að drepa hann. Það er ekki markasett sem staðar sem The Pope Must Die Yet. Já, þetta þótti mikið eitthvað þessi titill. Sko. Hvað var ekki Mission Impossible 5? Hvernig ekki í Vatikanið þetta? Krúsarinn? Jú. 5 eða 6? Jú, sennilega 5. Og svo náttúrulega Angels and Demons sem framhaldi af Da Vinci Code. Já, var það mynd nummer 2? Já. Það einmitt Ewan McGregor svona eiginlega í stöðu Ralph Fiennes nema hann aðalplottarinn hann að reyna að tróða sér í stólinn sko. Já, bókin var reyndar skrifð á undan hann Da Vinci Code, það var bara Da Vinci Code sem að sló í gegn sko. Sló svo heftalega í gegn Þetta rosalega svipar bækur, hann svo fórbúlin kentur hann Dan Brown, sem kannski ástæðan fyrir vinsaldanum Já, sem að líka svo bara fjörðu út hann ennþá skrifa bækur en það bara ná einhver marki sko. Fórmúlan voru þreytt Sendum stórt ljós á Dan Brown Já, stórt ljós á hann Svo annað í þessu, Tóti að það mynd sem kom út bara fyrir örfáum árum sem að Páa, sem að enginn að tala um Two Popes Já, sem var Netflix myndir Já, ég horfði á hana, hún er ágætt sko. Hún er ágætt, með Anthony Hopkins og afanum í True Slow Horses High Sparrow í Game of Thrones, hvað heitir það? Já, einmitt, Jonathan Pryce Já, einmitt Heyrðu, já, hún var manna guðmóðir þessa þáttar, Kolbrún Bergþórsdóttir var agalega hrifin af þeirri mynd Ok Heyrðu, svo náttúrulega gott það part 3 mér minnir að þar einmitt venjulega þetta einhverju kardínar og hlutast hverju verið pái en það var þarna mafían eitthvað held ég að fara með puttan í það sko ég man samt ekkert meira, ég man var líka eftir gott það part 3 einmitt gera það fáir en já, þetta er náttúrulega frábært fyrir markaðsdeildina að fá fókusin bara aftur á Conclave alveg bara geggja, þetta er alveg svona mynd sem maður ætti að fara á í bíó sko, ég held að þú veist, ég held að maður hafi gott að því sko. Já, allavega þeir sem hafa ekki séð hana ætti að nota þetta tækifæri. Já, nákvæmlega. Forsetinn gæti líka kannski vilja kíkja á þetta. Já, forseti, já, Pope Francis, er þetta president Halla Thomas? Já. Eru það nú eiginlega skúp? Ég er farin eitthvað að ganga. Ertu farin að ganga? Já. Frábært. Og ég var á röltinu fram við Landakotskirkju það hefði verið 2 kvöld síðan og þá sá ég bara nummer 1 bara forsetabíllinn parkerar hana og ég var svo, eitthvað djöfulan hún heimsækja eitthvað á spítalan eða eitthvað nei, það var vantalega verið eitthvað mess Var það löglega laður bíllinn? Já, hann var mjög smekklega laður alveg samt bara hliðið sko Já, ok, gott Þú varst ekki þarna, ég sá þig ekkert með hljónumann og lóttir Nei, það verið kannski verið skrítið að mæta annað en ég veit ekki Nei, ég veit ekki Já, en talandi um svona tengst sko heimsögulegra atburða og kvikmynda þá var það 1995 kom mynd vírus þetta var svona bara for COVID Dustin Hoffman og René Russo, Morgan Freeman og Kevin Spacey var þá eiginlega ekki þekktur sko þá fer eitthvað svona vírus á stað og bara stráfellir sko og það er svona verið að leita patient, hvað heitir hann? Patient Zero, já. Var þetta ekki Outbreak? Jú, þetta var einhver apar í Afríku sem að byttu eitthvað og svo var þetta komið í hann Patrick Dempsey sem fór í bíó og hóstaði og þar með var fjandinlaus. En þetta er 95 og bara fljótlega eftir að myndin kom í bíó þá kom svona ebola faraldur í Zaire sem var líka í fréttum og þá var hann var svo drjúið með sig framleiðandinn Arnold Koppelsson og hann hefði svona svolítið bara tóaði strengi sko fengið þetta í gegn það færi vírus á stað sko. Geti ekki verið að þessi svona, fólk sem gera biopics í dag séu svolítið að hetsa bettin þegar kemur þú veist nú kom Bob Dylan mynd daginn Timothy Chalamet gæti nú alveg verið að Bob Dylan sé á förum svona Já, enda líka alltaf Sjálfveig, hann var alveg til í trílógíu þannig að það hægt að reyna að hitta á og þá geta þið tróðin aftur í bíó hann myndur hökka upp á sko þannig að það eru einhver stöðull sem eru að vinna með þeir eru að velja biopics ef hann deyr bráðum, þá getur við sett hann aftur í bíó sko. Það eru líka þjætti samræði tryggingafyrirtæki regna þetta allt sko. Svo, veit ekki, það er, ég held ég sé búin að vera að glápa svo mikið, ég man ekkert hvað er búin að horfa á
Arnar Tómas búin að játa það hérna við kaffivélina, hann ekkert búin að horfa á neitt síðan síðast fyrir viku síðan. Nei, þetta svolítið knappi tími sko. Já, sem ágætt, en ég náttúrulega hlýddi oddi og skautaði gegnum þessa 6 þætti í seríu 7 af Black Mirror. Þú búin að horfa á þetta? Já. Og við erum allir búin að horfa á þetta? Já. Frábært. En áður en við förum þangað, þá rak ég augun í sem á Prime, mynd sem heitir G20 og pósterinn svo mjög vígaleg Viola Davis í rauðum kjól. G20 náttúrulega eitthvað svona ríkjafundur 20 stærstu ríki í heimi. Heyrðu, það lið sem að funda í Afríku og hún forseti Bandaríkjanna. Wow. Og með einhverja sko military background sögu sko. Þetta nýmynd það? Já, glæni. Já, okay. Og ég veit ekki af hverju ég þurfti endilega að kíkja á þetta en það voru 26 mínútur búnar, þá var ég búin að missa áhugann algjörlega sko. En fíndum við samt áfram og þetta svona Air Force One / Die Hard með Viola Davis, hún sem sagt forseti sem að leynir á sér, því að svo koma náttúrulega vondi menn. Það svolítið eins og í Die Hard, það koma terroristar og bara taka allan fundin í gíslingu og fyrir þeim fer Anthony Starr. Það Homelander bara mættur. Ok, wow. Hann bara í öllu. Já, Prime sko, þetta Prime mynd, Boys á Prime, við líka tekið stundum með Netflix, það svolítið svona flashback í gamla stúdíókerfi, svo leikar að séu bara að vinna fyrir ákveðna veitur sko. Nota það sem á lager sko. Já, heyrðu, og já, líka fyndið að forsætisráðherra Bretlands algjör svona bara Piers Morgan, svona kallrembu bjáni sko, á meðan hún náttúrulega empatísk góð kona sem forseti Bandaríkjanna og svo náttúrulega þarf að grípa til sín ráð, þannig að hún bara drepur bara megnið að terroristunum bara sjálf bara, þegar lífvörunar hann særist lífsættulega og Breti náttúrulega sér ljósi fyrir restina sko, ég bara, nú stend ég með þér bara. Og svo náttúrulega bara enda myndin á því að hún reddar þessu bara öll G20 ríkin fyrir utan náttúrulega ástralski og kóreski gætin hefur voru drepnir sko. Og þá sameinast einhvern frábæran díl og hefur náttúrulega forseti Bandaríkjanna eignar heiðurinn og við erum búin að vera með Harrison Ford sem sagt forsetin í Air Force One að kljást í Mike Oldfield, Gary Oldman. Já. Ég veit ætlum farin að bíða. Og svo náttúrulega bara þetta svona dæjartvílingurinn og þetta var alltaf gengið upp, maður situr þarna og bara í ljósi stöðuna núna, Bandaríkinn búin að missa þetta hlutverk, þú hefur enga trú á að Bandaríkin reddi einu svolítið skrítið að gera svona mynd núna sko, bara þetta eitthvað rosa fantasía. Þetta glæni í mynd? Já, hún bara og að tikka feitt á Prime sko. Það þannig. En þetta alveg, þetta bara því að ég hef alveg hort á alls konar svona, hvað White House down, eitthvað bla bla down og maður alltaf, já, forseti Bandaríkjanna, ég get alveg keypt þetta, hann getur alveg verið eitthvað Bill Pullman í Independence Day, bara bestu ræður sem hefur verið haldin sko, þegar hann þjappar saman mannkyninu, en þetta bara orðið absúrt bara. Þetta ekki bara eitthvað svona eldgamalt handrit sem þeir hafa setið á ótrúlega lengi og svo ég var nú eitthvað búin að finna eitthvað punkt sko, ég er búin að gleyma honum, en þetta kannski svona slappið af, hann fer eftir 3,5 ár og þá kemur aftur góður forseti og loksiskonu og þá kemst jafnvægi á. Fundu bara handritið Air Force 2 einhverjum kassa Já, en þetta ég var alveg að gefast upp, en þá First Husband, sem sagt, eiginmaður forsetans, hann heitir Anthony Anderson sem að leikur hann, og hann var einu sinni önnur aðalöggan í Law and Order. Þess vegna hindi ég mig yfir 26 mínúturna hjallan og náði að klára það. Það ótrúlega hvað Law and Order hefur mikil áhrif á þitt líf. Já, alveg magna. Þá var bara hvað? Þetta í þetta, 14 mínútur og við erum bara komin að aðalefni þáttanins. Við varum munna að við erum hjá Rekus og Hafnartorgi á þriðjudaginn. Við erum ekkert eðlilega þakklátir. Í toppastöðu og að því að það er sumardagurinn fristi og við erum með fullt hús. Það maður á hverjum mæk. Þá sneika ég okkur inn í fundarherbyggi Sun sem sko helmingi stærra heldur en Júpiter sem eru venli. Þannig að það er alveg sól í sinni út og inni. Þetta er ekkert eðlilega flott sko. Já. Þetta er svo flott. Já. En ég sagði kannski frá því fyrir árið síðan okkur ég hatta sumardaginn fyrsta. Nei, þú sagði mér ekki, en ég man að ég sagði við þig þegar þú sagði sumardaginn fyrsti, þá sagði ég, vá, það er mér þess að sól og sumar á sumardaginu fyrsta. Aftur, annað árið í röð. Það er sko sumardagar fyrsta, sko æskuminningar mína voru bara sko rigning, háaðar eða bara snjóstorm sko. En svo venlega rætist úr sumrinu
en núna einhvern veginn það gerst ekki þetta sumar andvana fætt því að Siggi Stormur búin að lýsa yfir að þetta verið gott sumar eins og hann gerði í fyrra það eitthvað stöðu en ég hata skrúðgöngur það svona sko 17. júní og sumardagur fyrst bara dagar sem ég alltaf ég þoleða ekki sko. En það stilt búið að leggja skrúðgöngunar af í dag það ekki, ég var einmitt að hugsa eru skrúðgöngur og sumardagur það voru nokkra götulokar það fyrir eitthvað marathon já, ég náttúrulega kom hérna gangandi að því að ég að hreyfa mig eins og hjartalæknir segir og það var svona fullt af fólki með einhverja númer framan á sér já, ég heyrði einhverja svona lúðrasauta já, ég heyrði eitthvað glamur líka í Vesturbænum sko, þannig að ég veit ekki hvort það skrúðganga eða standandi en það var alltaf að vera að reyna eitthvað sko Ég með eitthvað hlaup sumardaginn fyrsta í miðbænum ok, frábært Black Mirror, þetta sem sagt hvað 7. vertíð og eftir eitthvað hlé þetta nefnilega 7. vertíð eftir þó nokkuð langt hlé það svolítið langt síðan síðasta sería kom út og mér skilst að hann hafi aldrei sko, hvað heitir hann Charlie Brooker hann hafi ekkert ætlað að gera 7. seríu en svo hafi hann einhvern veginn allir Netflix hafi ég manna ekki snúið eitthvað upp á það örugglega eitthvað slið sko. en ég finn líka svolítið fyrir því mér finnst þess að það sé orðið aðeins minna event þegar ég kemur í Black Mirror sería ég búin að vera að spyrja fólk alltaf inn í svona kaffibóllan og svona, eru þið búin að horfa Black Mirror? Það var bara svarið út, bara nei þetta ekki alveg sama menningarstofnum þetta var svo óbúslega þetta var svo, alltaf svo inn með svo miklu offorsi og allir voru búin að horfa á þetta og maður tala hverju fannst þið bestið þátturinn í þessari seríu en var það ekki líka sérstaklega þegar þótti 7. síðan en ekki vera aðeins svona lélegri heldur en það sem kom á undan hún var eiginlega bara ekki góð í minningun allavega hún var svona mistak, það voru ágættir þættir en svo voru svona hann svona prófa sig áfram með svona kannski aðeins öðruvísi sögur og svona, það var svolítið mistakt þetta allavega hafa verið bara ágætt hjá þeim þá að snúa upp á handleikjunum því að þetta bara alltalað held ég út allt internet allavega, þetta séu frábær serja og bara besta Black Mirror í langan tíma Þið voru hrifnir ég svona mestu var ég passmiðl bara frekar gott sko þetta svona aðeins svona aftur í fórstíðina sko, aftur í bara gamla formið og ég náttúrulega hef aldrei hort á þess að þætti kerfisbundi bara, hún rakstund með augun að einhver Black Mirror þáttur var rosalega í fókus í Bergmannshellinum sko, þá horfði ég á hann, ég man sérstaklega það sem einhver að cancelleraður, gott ef fólk bara hvarf ekki að stróka nákvæmlega en og svo því að þú varst svo æstur og peppaður yfir þessu þannig að ég reyndi gegnum þetta, gaf mér samt alveg 3 daga ég mælti nú með því strax í síðast þetta var ekki svona bins, þetta er ekki að gleypa á allir í því einu Nei, einmitt, og kannski ágætt að við verum hlustundu við ætlum að ræða þetta svona tiltölulega hispurslaust bara við segjum bara það sem okkur líkur á hjarta en þetta er nákvæmlega þannig að maður varða einhvern veginn að melta hvern og eitt þátt en það líka hver og eitt þáttur er náttúrulega sjálfstæð saga og bara annars þetta leikur ég held að þessi þessum sem ég aldrei fest mig í þessu því ég er náttúrulega svona gamaldags formúlu, ég vil að sé sömu löggurnar í Lóan Dórd alltaf vikulega sko. en þú veist ég var enga stund að detta inn í að þetta er bara kúlstöf sko. En þetta er líka sko, sumið þetta er orðnir alveg rosa langir það er alltaf að einn er klukkutíma og 15 mínútur, annar er bara 90 mínútur þetta er alveg að binda þetta er meira en að segja það sko. Svo líka, það er náttúrulega lengdin og svo líka það er eitthvað í gangi það er eitthvað dýft, það er eitthvað þú þarft svolítið að svona þú fær mest út úr því og pælir aðeins einmitt þú veist, að þegar þetta eru svo ótrúlega einstaklega sögur, er ekki mikilvægast að byrja með svona bang þegar þú ert að gera svona seríu það er ekki mikilvægast að fyrsti þátturinn sé góður, þú veist, ef hann er ekki góður þá getur við mist salinn sko. það þarf að grípa strax, sko, og fyrsti þátturinn í þessari er nokkuð góður sko. Er það ekki? Ég finnst þetta svona einhver Black Mirror-legasti Black Mirror þannig er alveg rosalega svona bara, þetta er svona næstu í formúlukend, alveg sniða pælingar formúlan er bara að það er ykkur í vandræðum eða á mjög erfitt eða bara döðvuna og bara svo kemur svona ný byltingakend eða tilraunakend tækni sem að lagar allt en svo virðist hún vera svona Þetta var svona dystopist sci-fi með einhverju ádeilu sem er bara, þú veist, það sem að Black Mirror átti alltaf að vera og þetta var bara, ég mjög aðstæðast þáttu bara að vera fín byrjun á seríunni og eins og ég segi, bara svona afturkvarfi í svona gamla góða Black Mirror sko. Nú veit ég ekki hvað gamla góða Black Mirror er en mér fannst hann mjög fýtt sko og náttúrulega skemmtilega ádeila eins og Halldór segir sko það er eitthvað að
og allt undir og þá kemur eitthvað groundbreaking laust sko, við erum alltaf að lenda í þessu þetta er alltaf að gera svo það verður alltaf einhvern veginn fangi lausnarinnar sko. Og þessi þáttur heiti viðandi nafni Common People vantilega að vísa til þessara hjóna og hún alltaf fer hann í eitthvað dá ég held að vera vísun í Pölp öruglega ópen vísun í það sko þau spiluðu reyndar ekki lagið já, þetta er bara svona venjuleg hjón hún er kennari og hann er svona bara verkamaður og við sjáum bara strax að þau hafa bara nokkuð gott bara lífa bara sæmilegu lífa bara mjög góð er að reyna einhvers barnar reyndar við veist ekki alveg ganga en þau hann að halda upp á sambandsammáli sitt var alltaf á sama hótelið svo bara, fer hún hann í þetta dá og er bara heila döð og hún er býðst þessi nýja laust duðlega fyrir kona sem hann segir að það sé bara hægt að downloada bara heilanum úr henni bara og bara í svona skí það er í skíinu þetta er eitthvað sem verður hægt eftir eitthvað 20 ára tipp bara grætt í heilan og allt í góðu nema hún þarf að sofa rosalega mikið þetta tekur svo mikið orku og svo er þetta áskriftakerfi það er ógeðslega það var góðið, sterkir punktur í þessu borga til að halda þér á lífi svolítið eins og Charlie Brooker væri að drulla svolítið yfir Netflix fannst manni þetta og áskriftakmódulið þar einmitt, þegar svo vel gert því sem þetta kemur alltaf svona hægt á byrjun ljós já, heyrðu, við erum reyndar búin að uppfæra aðeins áskriftarkerfi núna komum við hérna, hvað heitir þetta kerfi aftur? Plus bara Riverside Plus eitthvað, ég man ekki hvað þetta en þau eru í svona common já, þau eru í common kaupa þessu við premium, já við erum í premium já, premium er núna common sko þegar nú er komið bara gold plus komast náttúrulega því þegar þau ætla að fara hann í álega fríið sitt og allt í nú, dettur hún bara út af því að þeir eru bara byggðu ekki upp á svona miklu þjónustu eða svona já, það er bara, masterinn næri ekki nei, masterinn næri ekki svona langt í miður þau verður upp þetta og það kostar ykkur eitthvað skildingin já, svo er þetta líka náttúrulega bara samfélagsmiðlarnir þetta er náttúrulega eins og Facebook við leggjum til allt efni sko við vinnum alla vinnuna sko og þá er verið á meðan að fólki sefur þá er verið að nota hugarorkuna náttúrulega að vera harvesta þetta bara en þegar okkar kona fór að taka auglýsingarna sko í skólanum sérstaklega sko það er alveg svakalegt sko við allt í einu bara farin að bjóða upp á auglýsingar en þið eru samt ennþá að borga sko það sem ég fannst mér þetta svo gott en þátt var að þetta var náttúrulega alveg hræðilegar aðstæður sem þetta fólk er komið í en mér fannst hann líka að það var svo mikil svartur húmor þarna sko og mér fannst hann, ég hló alveg oft í þetta svona þetta er alveg agalegt en mann fannst þetta samt líka hvernig ekkert svo fjárstæðukennt einmitt og það var líka hann þessi ádela með þú veist, hann er í vinninu að eitthvað félag hans alltaf að horfa hann eitthvað gera sér fíbli fyrir frá myndaðalina já, það er helvíti það var líka, þú veist, þannig að hann endar einhvern veginn til þess að fjármagna það að hún fái þetta plus og allt þetta og ekstra hvað sem mynda að hitta þá fer hann að gera þetta sjálfur sem hann myndaðalinar þegar hann var með þetta músakildurinn á tungun á sig sko. Er svona til í alvörunni? Já, grunar þetta sko ég veit ekki hvernig er þetta ekki bara, þetta er náttúrulega streymarar mikið í þessu og svo er þetta alltaf bara svona, þú veist, þetta er náttúrulega svo ykt útgáfa bara af influencerum sem er að gera þetta fyrir peninga svo hann kallar þetta, þessi vinnufélagin sem er að horfa þetta I'm supporting the gig economy sko. þetta er bara svona gig economy að menn séu bara skemma sjálfa sig og niðurlægja það sem er líka svolítið gott þannig þátt er eitthvað sem að tengir þú veist, þegar allir sem horfa á hana þá, þú veist, maður hefur lent í þessu með subscription-módelinu, bara svona, er ég ekki að borga fyrir þetta? Nei, þú ekki að borga rétt fyrir þetta og maður er bara svona, þú veist, maður tengir svo við þetta og frústressínunni sem fylgir þessu og þetta er náttúrulega, það er svona alvarlegra í þeirra tilfelli heldur hjá manni sjálfum Nei, öll þessi bara gjöld, ég veit ekki mikið, ég er að borga Apple sko 500 kall á mánuði eitthvað til þess að til þess að stóra myndina mína, ég veit það já, ég ætla bara að tala um Apple TV ekki Apple TV, ég heldur bara til þess að svo að sími minn fyllist ekki eitthvað shit ég er bara þrætla þess að fyrirtæki ég er náttúrulega svo gammaldags og ég kann ekki á þetta þannig að ég tæmi sími minn hver mánaðamót alla myndir og setja þetta bara á harðan disk ég er ekkert í þessu kládi langt sem ég heyri minnst á harðan disk mjög langt sem ég heyri það orð Welcome to my world Já, svo leiðis líka sko það er svona 40 plus dæmi Ég líka, ég treyst ekki þessu skýi hvað hverju ætti að treysta þessu skýi en þetta er líka galið samt að maður sé að borga þessi þú veist, mér finnst það galið til þess að geti notað síma fáránlegt sko en já, mér fannst þetta brilljant þáttur og líka bara, þetta er náttúrulega leikarar þetta er ekkert kannski svona andlit sem að þetta er ekkert þekktir leikarar en rosalega góð hún er náttúrulega mjög þekkt ég myndur að segja þessu bæði frekar þekkt já, sérstaklega hún Rashida Jones sko. hún var sko í The Office og hún var í Parks and Rec
Gamla dag var hún í Freaks and Geeks sem nú minna þekktur þáttur. Þetta ásanlega þetta ég verði þá að taka þetta með því ég alltaf þeir að tala þá amerísku Office, ég hef aldrei hort á það Chris O'Dowd náttúrulega var líka í IT-Crowd kannski frægast að vera það Hún líka í Rashida Jones leikur núna í seríu sem á Apple Plus eins og var allar Silo hún var í fyrsta þættinum að Silo hún var í fyrsta þættinum að Silo en fórst að tala annan ég er að tala annan þar sem hún býr í Japan og maðurinn hennar hverfur og sonur hennar og hún fær alltaf inn að senda eitthvað svona robot sem hann hannaði og þetta er ágætið þetta sko mæli með, mann ekki hvað heita samt Svo þú veist að segja Oddur, það kemur alltaf eitthvað svona ljós sem ég fannst eða allir þessi þættir þetta eru allt eða bara eins og smásögur það lítur eitthvað lögmála smásögunar sko. Þú færði eitthvað hugmynd og svo er búið að snúa því algjörlega á hvolfi í restina sko. Og færði alltaf eitthvað svona hint sem er mjög mislíting líka sko. Það er mjög gott en allavega þetta eru 6 þættir og það er talað um að þessi rosalega sterk serja og svo er það bara státtu 2 Bet Noir, hann þykir slakastur Já, ég er ekki alveg sammála því Nei, ég er nefnilega mjög gaman að þessu Mér fannst hann Fyrir maður að segja hvað gerist þarna í þessum þætti Það er þessi kona sem er að vinna fyrir súkkulaði framleiðenda Já og svona eitthvað bragð Hún er í svona þróunadeild Já, og þá kemur svona rýnihópurinn og það bregður fyrir einhver stelpa sem að hún þekkti úr Gaggo Verity sem að flækist þarna inn á vinnustæðin og það byrjar svona einhver svona atburðarásta sem að þannig sem hann sé að misminna rosalega mikið eftir að þessi Verity kemur inn Við erum með hérna húuna Barneys eða Bernies og Bernies og það eru vist 2 útgáfur af þeim þætti í loftinu Netflix að fokkaði fólki Er það Já, það er vist þannig Já, það er mjög skemmtilegt sko þannig að ég mist það Barneys eða Bernies þannig að það eru einhverja núti að rífast hvort þetta hafi verið Barneys eða Bernies fyrst sko og svo svona vindu plotti svolítið upp á sig að þessi Verity, hún gefur í skýn að hún sé til að klekkja á aðalpersoninni og svo kemur rosa over the top sci-fi twist með einhverjum quantum tölvum Já, þetta eru bara nánast galdrar sko. Venjulega þá er þetta eitthvað sem er svona gæti verið trúverðu tækni Þannig ertu komin í Marvel tróið bara Þetta er svona meira þetta er eiginlega meira svona Twilight Zone þáttur heldur en það er rétt sko og sko ég fannst bara þátturinn vera svona alveg fram að í svona blálókin fannst mér þátturinn bara vera svona skemmtilegur og þetta er aftur eitthvað sem maður tengi við þegar maður finnst eins og eitthvað hafi verið að gerast og svo bara svona hefur maður rátt fyrir sér maður vissi sinni sök og er ykkur manneskja að fokk í manni eða ekki Það er alltaf verið að tala um þetta Mandela-effekt Mandela áhrifinn og gaslýsingar og hvaða Púra gaslýsing Og líka það með það sko, hvernig líka sko færist sko samúðin, við náttúrulega stöndum með aðalgelunni framan af sko, sem var náttúrulega svo bara eineltispúki og lagði náttúrulega líf þessarar rýnihópa konu í rúst í æsku sko og svona gaman að því sko eitthvað bara, hvað ég vorkina þér ákveður varst að leggja einelti fíbli Allt þetta með mjólkina var líka mjög skemmt Mér fannst sko senan þegar hún fer og þambar mjólkina fyrir framan hana það var nefnilega bara einhver skemmtilegasta sena í þessari seríu fannst mér fannst hún svo geggjuð og það var eitthvað við hana en svo fannst mér þátturinn ekki alveg ná að lenda flugulni fyrir alveg í blálógin sko. Nei, það var ekki alveg hugsað og svolítið erfitt kannski að rappa þetta Mér hefði bara þátturum hefði bara mátt enda þessu verð eins og Black Mirror voru oft að gera það voru þeirra enda á svona hræðilegan hátt Akkurat, og mér fannst hann hafi verið settur þannig upp að það hefði verið rökréttar að þetta hefði enda bara illa fyrir hana sko. Þetta var svona við myndum svolítið oft á Stephen King sko, hann er með langa bækur byggir upp alveg rosalega flottan heim og allt rosalega flott svo bara einhvern veginn þegar það slúta þessu þá kemur alltaf bara guður vélinni bara eitthvað bara Þetta er bara horror, þetta er kannski ekki horror kannski en það er svona horror þeir lendi alltaf þeirri grifju get ekki klára horrorinn sko. Svo náttúrulega, horror þetta mjólkur ég þól ekki mjólk þetta er ógæslegasti vöku sem ég veit um ég var bara mjög leið illa sko. Alls konar mjólk þetta, og svo líka þetta er svona tilgera litli soja mjólkin mín Hver er að drekka mjólkina mína? Hvað tengir ekki þetta vinnust Gullbráar Ég veit það ekki Nei, en sko, þetta er eiginlega svona félagslegur horror sko, og ég alltaf, sko, það sem ég finnst ótrúlega óþægilegt þegar ég horfi á bíómyndir og þetta svona tróp þar sem að aðalpersóna það trúir þeim enginn það er eitthvað sem maður fer alveg bara svona maður verður frústrerað en fekk maður ekki kannski svona snemma í þessum þætti mann var ekkert haldið mér lengi í
því skilur, maður svona vissi frekar snemma bara að það væri eitthvað í gangi Já, maður vissi ekki alveg nákvæmlega hvað og hvernig og svo líka einmitt hvernig, þetta var mjög spennandi og svo náttúrulega þegar ég fara að horfa á eftirlitsmyndaður upptöku af mjólkurdrykkjunni og þá bara, what the fuck hvað er þér komið Já, en ég allavega ekki mér finnst þetta allavega ekki slakast þátturinn í seríunni, sko, mér finnst það eiginlega bara fín Mér fannst það bara skemmtileg, sko, en það er kannski rétt, þú veist, að við erum að ræða þetta núna, þetta er svona, þú veist, að því fyrsti þátturinn er svo rosalegu Black Mirror og þetta er svona vekur upp svona áleitna spurningar samfélagi sem við búum í og er þetta þangað sem við erum að stefna, en það kannski, það vakna ekkert endilega þegar maður horfir á þátt númer 2, sko, sem er, þú veist. Já, við getum tekið það úr þætti númer 2, bara ekki leggja einhelti. Þannig að verður bara decent human being, þetta sögbítur segan, sko. Og ekki ráða gamla skólafélagi vinnu. Já, hún hafði náttúrulega lítið það að gera. Hún reyndi náttúrulega allt sem hún gat þess að koma í veg fyrir að þolandinn fengi að vera þarna, sko. Já, þetta er svolítið, sko, þetta er nefnilega, sko, þegar það er, sko, konseptið fyrir að trompa boðskapinn, þá finnst mér oft með þess að Marx, hún gerði svolítið í þessum þætti. Þess vegna finnst mér að þetta enda illa. Það sem að boðskapurinn hefði skilað sér miklu betur bara, það verður ekki verið einheltis. Við erum ekki alveg smá spurningar hvort að Netflix hafi verið eitthvað svona, come on, getur ekki látið einn þátt. Ég veit að Charlie Brooker talaði það að þeir voru að gera þessa seríu að þeir hafi vísumlega látið fleiri þætti að enda vel vegna þess að heimurinn sé svo smóttum stað í dag að þeir vildi gefa fólki smá von þetta er auðvitað fórnalamb og þetta er ábyggilega einn fórnalamb og við höfum náttúrulega ekki rætt það þú veist að sko, hvenær kemur fyrsta serían að Black Mirror út 14 og síðan las ég það er allt annar fucking veruleiki þetta í dag en bara á þessum punkti en bara glemt að nefna það með G20 sem er svona eitthvað spennuminn sko það er enginn sem skiptir máli veist, það þarf að hlífa greinlega tilfinningarlífa áhörenda svo rosalega mikið það með að sko lífvörun hennar sem er náttúrulega bara ógeðslega mikil töffari en alveg sko samkvæmt öllum formúlum var sem aður bráðfeigur sko. Svo er hann náttúrulega skotin og maður sér hann svona bara ok, hann er hérna fjárútgreið svo er hann bara mættur bara með fatlað eitthvað í restina sko, þannig að bara sluppu allir bara eyðileggja allar narratíva reglur bara til að Já, af því að heimurinn er svo ljótur við þólum ekki neitt smá harm á Amazon Prime sko. Nei, þetta er mjög áhört sko. En já Svo líka, ég tók það úr fyrsta þættinum sko, bara þegar þú deyrið, áttu bara að deyja veist, bara þín tími er komin bara eins og Pope Francis bara, þú veist, bara, nú er þetta búið ekkert vera að reyna að halda í þetta þá er eitthvað off sko Ég veit ekki alveg með þann boðskap Gefstu bara upp Pælið að vera hægt að ljúka Pope Francis við núna með auðlýsingu Þegar ég var búin að horfa á þá lágið bara ég færi og næði bara í hníf og færi að skera gangraðan úr mér sko Jésús tóti Á sjálfan sumandagi Þegar ég er að horfa hérna á sko þriðja þáttinn sem heit Hotel Reverie Reverie Mér fannst það eiginlega slakast Já, ég tek undir það Mér finnst þetta gott koncept og áhugavert en bara úrvinnslan einhvern veginn ekki alveg nógu spennandi Ríðum aðeins upp hvað gerist í þessu þetta Það er sem bara eitthvað leikona sem er bara bókuð í gig hlutverk og hún þarf að fljúga til London og þá bara kemur hún í stúdíu og það er bara eitthvað bara green screen dæmi og hún á bara að stíga inn í sko gamla svartkvíta mynd og endurtaka eina rullu þar Já, í hlíðarveruleika eða svona sýndarveruleika og Emma Corrin leikur hérna einhverja gamla aðal persónuna í bíómyndinni ástar viðfangið en hinn leikonan sem sagt, hún stígur inn í hlutverk aðal kall leikarans Já, og þetta er einmitt eitthvað svona og svo byrja hérna þessar sýndarmanneskjur að þú veist, það er greinilega hugsa meira heldur en forðun heldur Já, og líka náttúrulega eitthvað tölvulúðin náttúrulega hlýðir ekki reglunum og er með kaffi við tölvuna og hellir á hardverið slöknar öllu kerfinu missa þau stjórnin í smá tíma en þá halda þær bara áfram og fara off-script og þær eru saman í alvörunni og eru saman hann í marga mánuði það var konceptið inn í þessum heimi þannig til að það er bara lótað þeir lóta bara í eitthvað gamalt save þetta var hugmyndin var góð og ég var svolítið hrifin að þessu bæði það var svo mikið svartkvít og svo náttúrulega er klárlega sko Casablanca er svolítið svona blueprintið af þessari bíómynd og það er náttúrulega eina mínum uppáhaldsmyndum og svo líka svona sótt í Woody Allen var ekki hvað heit hún Purple Rose of Cairo var það ekki það sem að hann hinn helmingurinn að dömmer stígur út úr bíómynd sko og Mia Farrow var ástangin af persónunni sko og hann bara mættur svartkvítur held ég sko í litaða heiminum
Þetta sko, ég finnst þáttur gott dæmi líka það að jafnvel þegar Black Mirror mínum að það þáttur frekar slagur en það samtalið gaman að horfa á þetta. Hvernig endaði þessi þáttur? Ég man ekki neitt. Endaði á að þau klára bíómyndina og hún fær svo eitthvað afrit af áheyrnarpröfunni frá þessari leikonu og getur þá nota hana til að tala við. Já, þetta svona annars svona happy ending að því að þeim tekst að rífa hana út úr Matrixinu og þá bara Emma Corrin ástarviðfangi, bara svartkvít först eitthvað þar í gömlu bíómyndinni og hún kynnist henni aftur með að tala við hana í gegnum. Já, þetta sko, í áheyrnarpröfunni þá satt hún svona við síma og hann hann er alltaf ekki tengdur eitthvað þá bara getur okkar kona bara hringt í hann hringir bara hann inn í tölvuheiminn. Sko, það sem er svo fyndið við hennar þátt og svona hvernig hann mistið mér svolítið er að þú veist eins mikið lítið og marga trúað tækninu þættinum hann undan og þessi kannski meira trúanleg þá bara myndi ég aldrei trúa neitt manneskja myndi vilja horfa á svona útgáfi af Casablanca til dæmis. Viltu horfa á þú veist Ben Hur með Chris Pratt í aðalhlutverki, skilur við? Þú veist, bara maður svona nei, ég veist sjensin bensin, ég sé að fara að nenna því. Já, 4K disk af Casablanca. Já, góður. Myndi ég ekki bara horfa á Casablanca. Arabíu Lawrence með Robert Downey Jr. Get ég það. Það getur verið. En þú veist, þetta bara, konsepti bara meikar ekki og sérstaklega í lokin þegar kemur og hún er að keyra þarna inn einhverja götu og það eru bara, sko, pósterar með hvað heitir þessi mynd, Hotel Reverie endurgerðin og hún er bara meikaða stort bara ekki sjensa þessi mynd hefði meikaða stort þetta er það sem ég trúi minnst í allir seríunni er að þetta konsept hafi gengið upp bara markaðslega séð. Nei, var hann líka bara kannski aðeins og langur þáttur að grunnhugmyndin er einhvern veginn rosalega góð það er hægt að ytta þetta og þjappa þessu klukkutíma og korter sko. Já, þetta er hann. Ég held að það hafi verið smá vandamál það var bara ekki alveg inn í stað myndin hefði bara að byrja þegar hún er að ganga inn í stúdíóið þú veist, þátturinn hefði bara að byrja þegar hún er að ganga inn í þetta stúdíó það hefði bara verið nóg fyrir mig. Hann vaknar líka spurningar sé ég eins og í þessum þættum hvernig hann er nú að því hann fær náttúrulega stórleikara þú veist með sér í marga þætti eða svona, þú veist, þekktarleikar allan ekki stórleikar. Já, þekktari, það er það sem að ég hef mitt svo ég reyna að verja mig með leikarinn í fyrsta þætti svo koma náttúrulega bara bombur, bara kanónur sko eins og hann er Aquafina Já. Hún leikur bara eiginlega, hún er eiginlega ekki að gera neitt hún er bara alltaf í símanum, þú veist, við hana heyru í okkur Var hún ekki að svolítið að fara í töðunar hérna í Marvel-myndinni þannig að var ekki eitthvað gæinn með hringina þarna eitthvað Jú, fór henni töðunar á mér Já, getur verið sko Svo er líka gamla konan sem á gamla stúdíóið hún er búin að vera dúkkum út allt hún er náttúrulega alveg bara Hún var náttúrulega að lék mömmuna í Succession Svo er hún búin að vera að leika í Silo já Dúkkan hún upp hérna hún er mjög flott en hún svona nýttist ekki alveg nú Nei, alveg sammála því Já, maður skilur ekki alveg hvað var að keyra hana áfram sko, hún svona upptökin að endur líka stemningun í þessari mynd sko. Stúdíó að fara á hausinu Það var enda mjög fyndið svo að vera að koma að vera að fara að taka upp auglýsingu hérna, við erum að drífa okkur eitthvað muni ekki eftir Jú, þau hefðu bara stúdíó í klukkutíma eitthvað en það sem var kannski bjargar sem þetta fyrir mér allar er svona bara stemningin og þetta er svo flott flottar svartkvítar senur og allt það sko Þetta er mjög svona skemmtileg væp í þessum þætti Emma Corrin alltaf bara hárreitt val Já, hún var glæsileg Hán var glæsileg Já, var hún ekki hvað? Nei, ég bara man ekki hvort að hán Hvort það var hán og hún Nei, ég veit það ekki Nei, Ég er bara að reyna að vera vók Já þegar ég segi þetta, þú veist ég hafði ekkert svona íhuga hvað mér fyndist hvað þætti mér fyndist sko, svona verstur, en ég man minnst þetta þessum þætti Já, það segir sitt hvað Já, það segir alveg sitt sko. Og þetta var svona mest átur kannski það sem að svona ég fer bara klústu og ég var að íta pásu Nenni ekki íta pásu Nei, þú veist, það er ekki gott Ok, en þá er sko komin hálfleikur svo hann náttúrulega að trenna þarna í restina þetta eru öflugir þættir Já, þessi þrý sem er eftir Fjóruð þáttur heitir Plaything Já Ég veit nú ekki hvernig á að reyfa það er rosalegur en ég bara svo strax hey, Peter Capaldi, ok, þetta er frábært I'm sold Það er náttúrulega mjög gaman að þessu því að ég var tölvunur þarna á 10. áratunum rosalegur og tölvuleikja og þetta, mér finnst þetta ná stemmingunni sko, þannig að þetta er svona tölvuleikja blaðamaður og Bretar voru með lang bestu tölvuleikjabröðin á þessum tíma þetta var bara rosalega gott og skemmtileg stöf sko. Þetta tók mér bara aftur sko.
30 ár það voru hérna Doom og System Shock og alls konar leiki sem að bröðu fyrir hérna og þetta hérna lögreglan handtekur hérna mann sem að reynir að stela einhverju áfengisflösku, einhverju mjög úmerkilegur, einhverju búð og hann fyrir að segja þeim sögu sína í einhverju yfirheyslu herbyggi það byrjar svona cirka 94 þegar hann að vinna sem svona tölvuleikja blaðamaður þá kemur aftur karakterinn hans Will Poulter eða hvað hann heitir sem var í Bandersnatch sem að gætt valið, maður gætt tekið þátt í þættinu valið svona hvaða leiðir það er mjög gott koncept sko. hann dúkar hann upp og hann var svolítið skemmtilegu karakter þessi karakter sem hann er að leika þarna og hvaða karakter er það? Það er hérna gaurinn sem að bjóð til þennan Throng tölvu já ekki leik þetta Throng, þetta er náttúrulega ekki eðlilega creepy hvað er creepy og þessi hljóð sem að það gera og þegar hann fer á sírun allir að skilja þá við þurfum að ræða þetta það er bara svo erfitt að koma sjór hann stelur þarna demói af myndum leik og stingur í tölvuna heima svo droppar hann síru og þá fer hann að skilja þessar verur í leiknum þeir segja bara eitthvað bíp 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 en á sírunni þá fattar hann hvað er að segja og þeir eru að segja þeir vilja fá meira vinsluminni nákvæmlega bara stærri tölvur og svona og byrja bara með eitt Throng en hann þarf að hugsa þá og þá fjölgar þeim og fjölgar þetta mynd mér líka svolítið á þetta delluna líkla kíkja dýrin Tamagotchi það voru nokkur svona tölvuleikir líka sko sem að snýrust að fóðra svona verur og halda þeim á lífi og svona pælís það eru miljónir Nintendogs núna svelta einhver staðar hérna þannig að hann er svo bara handtekinn löngu setna þá var hann orðin síðar útigangsmannslegur Peter Capaldi og þá var hann búin að vera að stela alltaf bara leikjatölvum alltaf að ná í meira hardware sko. kom alveg risa stæðu bara til að reka það var svolítið flott hérna herbergjan frá allt í velbúna og ljósum og snúrum og dóti sko. Mér fannst sko lögreglumennir í þessu mér þótt svo vænt gæjan sko harðagæjan sem var bara ég vil fá að vita hvað hann heitir ég vil bara tala þetta morð hvað heitir hann, hvað er hann og meðan hann bara var hann var bara að tala eitthvað allt annað tala eitthvað tölvudís við erum alveg drullu sama þetta mér var það ekki dæla gott þetta var mjög gott og líka var ekki svona svolítið Skynet feelingur í þessu þetta er náttúrulega gervigreindin bara kemur fyrst fram sem eitthvað svona lítið krútlegt tístandi dýr sem er búið gaman að hugsa og ég tekur allt bara og verður að einhverju singularity hérna í lógin en svo hugsa maður var þetta svo slæmt af því að þessi framtíð sem er frekar dystopísk sko, þetta er grilla bara einhver fascista stjórn sko. Þannig að kannski var þetta bara betra sko. þessi framtíð þessi nána framtíð sem að þátturinn byrjar í er svona bara ekkert mjög fjarlægur möguleiki eins og við erum stödd í dag sko. Nei, ég Peter Capaldi er líka svo fáránlega góður leikari skemmtilegur en það er líka svolítið fyndið að mér finnst bara svolítið eins og ég sjái hvað hétta þú kallar Malcolm Tucker hérna í Thick of It við séð þá ég ekki séð það, nei það sem að Peter Capaldi er bara að öskra á fólk með sínum skoskar hreim bara alveg ógeðslega reiður alltaf frábæri þættir en ég sá bara svolítið fyrir mér hann með hárkollu þegar ég sá hann með síðahárið þarna sko. Þú átt mikið inni Tóti, þú ert ekki búin að horfa á þig Thick of It það eru mjög tótalegið þetta sko. Já, ég setja bara á einn af þessum 11 listum sem ég er með hérna á MDB sér ekki högg á vatni því ég fer alltaf svo okkur drasl eins og G20 ég er alltaf í ruslinu og einhverju gamlu sko. Þetta er bara heimavinnaðinn Þannig að voru hrifnir af þessum þetta Já, mjög hrifnir Mér fannst það fitnum og ég slika væpin eins og aldrei var að tala þetta 90s tölvu leikja dæmi fannst mér alveg bara það tók mig, ég fekk þvíleika nostalgíu að sjá þetta sko. Hann var sko tölvuleikja blaðamaður sjálfur Charlie Brooker að þessum tíma gleymum því að sækja sko í Restleheim sko. Já og svo mér fannst líka editorinn hans var algjör dúsjana svona bara alvöru rítstjóri svona bara í svarta leiðjakkanum bara koma, hvað Svo hann var að kaupa hardware byrja á PlayStation og PlayStation 2 og svo var þetta alltaf PlayStation 3 og Xbox 360 og svo var þetta alltaf enda í PlayStation 5 þetta var alveg geðvitt Var það ekki bara endalegu banabittir fréttablaðsins það var ekki nú mikið að leður eitthvað klædum rítstjórum Jú það var tilfinnanlegur skortur það var búið að taka allt leður úr þessu blaði Við tölum ekki nóg fréttablaði sko. Ég bara get ekki þú ert búin að algjörlega eyðileggja á þetta þú get ekki hægt að hugsa sko Arabíu Lorenz með Robert Downey
Það ekki Ég var einmitt í morgun sko, ég ala strákin upp í tónlist og var að sýra AC/DC tónlistamindband sko og þá kom held ég sko Thunderstruck og það var svona Iron Man bara undir, það var bara svona hraðspóli gegnum Iron Man við Thunderstruck og bara ég var bara, mér langar bara að rjúka strax og horfa á Iron Man, djöfull Robert Downey Jr. ógeðslega flottur í þessari mynd Þú verður hann geggjað í rýpið Þú getur líka tekið til að heyra Val Kilmer, getur þú tekið Kiss Kiss Bang Bang Hún svo góð, ég þarf að horfa á hann aftur Gala ég hef ekki horfa á hann Ég er búin að vera svona, ég er búin að taka svona eina Kilmer mynd á viku lágmark síðan hann dó sko Þú ættir að taka hana næst sko, hún er alltaf frábær En ef við höldum okkur við The Target Black Mirror 50 þátturinn Eulogy, er það ekki besti þátturinn? Hann var rosalega góður Paul Giamatti hægur en hann náði manni allan tíman það var bara rosalega hann er alltaf mertur á IMDb sem top rated sko, og þetta er ofboðslega bara falleg saga en ofboðslega harmræn og bara ógeðslega vel gert og Paul Giamatti náttúrulega geggjaður alltaf sko. Fullkomin í ítla hlutverk hann er einhver gamall kall Já, komin yfir hann er einhver eldgamall kall hann er einhver elsti kall sem að við höfum séð elsti maður hann býr hann einn og svo fær hann einhverja, hvernig var þetta aftur, hann fær einhverja sendingu með einhverjum svona búnaði sem hann var ekkert endilega til í spurði hvort hann þekkti einhverja konu sem nýlátt Ég hjáum eitt eftir því sko, það var svo bara eitthvað DHL eða UPS eða eitthvað svona dróni sem komið til byrju gott product placement fálega gott sko. Já, þá er þetta aftur þetta tæknin eitthvað þá er bara verið að taka saman eitthvað minningar grein og vídeo hana sem á að spila á jarðarförinni Þetta er bara eitthvað fyrirtæki grilla þetta er Eulogy og það er í þessu bara senda fólki sem þekkti látnu manneskina svona pakka og hjálpa þeim að búa til minningar setur eitthvað tæki bara á gagnugað og þá bara er bara minningarnar þú bara hugsa hana og þá eru minningarnar bara settar á harðadiskin sem verða svo deilt í útförinni það er mjög vel gert sko hvernig það var stokkið hann var að horfa á myndir og svo stokkið inni og þá var hann komin inn í myndina mjög vel gert og mjög flott og þessi kona, hann er eitthvað rödd þessi kona fyrir að útskýra þetta fyrir honum hann segir bara, ég nenni ekki að heyra löngu söguna, byrjum bara á þessu og svo náttúrulega kemur ímislegt í ljós þessa rödd þarna er náttúrulega alveg sko, smásagna-fílingurinn alveg sko, að því að þú fær eitthvað hugmyndum hennar mann og hún er látin á Jóna Jónsdóttir ég man nú allir eftir henni eitthvað kemur allir ljós að þetta bara stór ástin í lífan sko og svo til hann fyrir að róta í minningunum þetta er bara ógeðslega velgert eins og líka segir aldrei hann stígur inn í að þetta snýst alltaf að finna ljósmyndir sko og hann er alltaf búin að krassa klippa andlita og man ekki hvernig hún var, hann man ekki eftir andlita búin að afmá það bara á minningunni Paul Giamatti náttúrulega er bara dásamleguleikari alveg frábær og þessi stelpa þarna sem að leikur svo dóttur konunar sem er líka gerfigreindin eða hvað hann er stendur sem líka mjög vel og bara þeirra bara svona bandir back og forth það sem er bara gott og virka vel og maður fær bara svona nostalgíu en í eitthvað svona fástuð sem maður átt ekki þegar maður er að horfa á hann þátt á mjög góðan hátt sko. Nostalgíu og svona líka bara eitthvað, þetta er alveg fallegt en þetta er líka svo harmræna minningar og þetta er náttúrulega glötu tækifæri og hryllilega glötu tækifæri í rauninni sem þetta sko, þetta er alveg bara átakanlegt og þetta snýst rosa, hann er náttúrulega mjög reiður hann að gagvart henni svo er það bara allt miskilum svo er það, einmitt, ef hann hefði bara svo er hann að reyna að ná mjög þægilega átakanlegasta senan í þessum þætti hann er að reyna að ná miðanum upp úr bara getur ekki að þetta er náttúrulega bara ljósmynd sko þetta var sterkur en þetta er svolítið svona þetta er ekki endilega neikvæðar hliðar á tækni sko því að þarna er þetta hjálpunum þú veit það sem er sorglegt þá er sennilega betra að hann viti þetta en hann viti þetta ekki en þetta er líka svo góð þetta er svo góð þáttur vegna þess að hann notað er búið til einhver tækni til að geta sagt þessa sögu og það finnst mér oft betra heldur en þegar ég gera öfugt sko í svona þáttum að þú veist, sagan er það sem skiptir mestu máli og tæknin er pínu aukaðatriði en þeir bara búin til stiður söguna og það er mest Black Mirror verið upp sem besta þegar þeir gera það sko algjörlega maður fer að hugsa líka sko hefði þetta gerst ef að þau hefur verið með betri samskiptatækni á þessum tíma sko? Sennilega ekki sko. En þetta er bara svona old timer Black Mirror alveg bara svona með þeim allra bestu sko
Já, og þá í þessum Black Mirror anda fyrsta þáttinn er svona hann er svona, já, það er sko, þú veist, það er smá tregi hérna, sko, harmur náttúrulega, eða smá, það er mikill en þetta er líka pínu, það er von hann líka á einhvern veginn svona uppgjör sem að færi hérna, sem er bara mjög gott þannig að já, bara mér það bara ströðsu þáttur og hann var, þú veist, þetta var svo fín sería en þetta var svona langbæsti þátturinn fannst mér í þessari seríu og lokaðri þessum þetta náttúrulega já, virkilega áhrifamikið eiginlega alveg galið svona, já, maður var svona bara meira að hugsa hennar átt sko. Já, þetta er líka þegar þau eru þarna eiga sitt blómaskeiður saman ástofngin og hann er svona hljómsveitagæi sko, svo bara er hann bara eitthvað gísla uppsölum bara þegar hann fær þetta minningatæki þarna sendt frá Jólgi, hann bara það íðilegur hann bara smá misklingur og alveg svona bara spurning sko, hvað er mikið hversu mikið tekst okkur sko, jarða, minningar og allt það sko bara setur eitthvað tækja á þig og fyrir að leiða þig inn í eitthvað bara tráma þess vegna þá var þetta að vinna með tráman sko þannig að eins og Halldór að segja þetta er kannski svona mest jákvæða tækni nýjungin í þessari seríu allavega þetta er svolítið relevant fyrir nútíma tækni af því að fólk er verið að nota gervigreind bara sem fyrir þerapíu sko já, og svo líka bara þau tengja allir einhvern veginn við það svona ef verður gloppur í minninu og mann finnst það svo sárt maður mun ekki eftir einhverju nógu vel það er óþólandi eins og ég sagði Mike Oldfield á hann er að segja Gary Oldman hvernig heldur það sé að vera svona þetta skiptir ekki máli, við getum bara flettið sér sko. við lögum þetta í post nákvæmlega, nei þetta var magnaður þáttur eiginlega alveg magnaður og ég horfði svolítið svona á þessa 5 þætti einhvern veginn í beit eða svona og svo beigði einhvern veginn með 7. þáttin já, USS Callister hann var svo langur, ég horfði bara á svo 2 tímar bíómynd það er bara, já, 1,5 tími þetta er bara bíómynd einmitt, USS Callister Into Infinity þetta er framhald af öðrum þætti sem hér, bara USS Callister bara nákvæmlega það var í, fjórðu var það ekki? Jú fyrst í fjórðu já, það er þessi Star Trek vísun og í þeim þætti fyrir þættinum þá eru þau að vinna þarna í þessu töluleikafyrirtæki og einn gæði sem er svona semi-yfirmaður einn af stofnendum fyrirtækisins annar tveggja Lukas er svona freka viðkunnulegu nörd og maður er svona vorkinnur hún svolítið já, hann er svolítið svona lítið smá niður á hann Jesse Plemons Jesse Plemons hann er góðan leikara hann er dásalegu leikari, hann er ekki snillingur og hann er sem sagt að taka hann að DNA úr þeim til þess að búa til stafræna manneskjur í rauninni úr þeim sem hann svo píntar og dökka hliðin er að þær eru með sjálfsneiði sko. þær eru bara svo manneskjur sko. og hann eru bara avatarar í þessum leik og hann píntar risastórum netleik online game og hann heldur þeim svona til hliðar í ykkur svona gameskipi og er að gera hann alls og hann er kapteinninn og hann fær svona útrás fyrir sína hvatir af því að hann er svona, þú veist, lagður í svona semi-einhelti og svona smá niðurlagður í raunveruleikanum en þannig er hann að niðurlaga þau öll tilbaka einhvern veginn og sá þáttur náttúrulega enda þannig að þau sleppa inn í leikinn og hann einhvern veginn svo kemur ljós í þessum þætti, þessum framhaldsþætti sem er núna í þessa séru að hann bara deyr við það bara meðvitað hans einhvern veginn bara festist inn í leiknum með hann deyr bara, já hann deyr og þarna eru þau að lifa þessi áhöfn hún lifir eftir í þessum leik og þau eru að stunda það að stela credits til þess að geta lifa af í þessum hætti þá komaðu bara svona ekki með eina kennitölu en eitt voru bara að ræna heiðarlega spilara út allan heim sem eru búin að tappa kreditkortinu sínu til þess að eiga kredit þá bara koma þau bara upp með hendur og þeim blæðir þeir að fá sár og svona sem ákveð geta gert í þessum leik þannig að þetta fer þetta fer náttúrulega búin til öðruvísi sko. þau eru klónar af alvöru fólki og þarna, það er svona plottir hvað er maður að tala um en þetta er hægt að koma sér orð en þetta er rosalega flott gert eins og umhverfið allt í svona þáttum en við báður þess að þetta er líka svolítið svona þeir eru jafngóður eða svona jafnfinnur eru út frá þeir eru með svo geggja leikari Jesse Plemons er það á Kristína Milliotti sem er náttúrulega nýbúin að gera slá í gegn með Penguin frábær þar og svo frábær hann líka og svo er náttúrulega uppáhaldið mitt sem er Jimmy Simpson hann er svo fyndinn og er svo góðu leikari
og frábær hann sem þessi douchebag hann stofnandi þetta svona tveir gæjar sko, þannig að Jesse Plemons þá sko nördin og forritarinn og svo sem að kemur þetta allt en hinn Jimmy Simpson, hann með eitthvað trust fund eitthvað og á ómikinn pening sem hann þarf að leika sig með og pínu svona jobs og snjak og fjárfestir í þessum dúta. Sáu þið Person of Interest þættina? Nei. Christopher Nolan Jonathan Nolan, bróður Kristoffer þar var þessi gauri í einum þætti alveg eins hlutverk Jimmy Simpson hann var líka eftir Jonathan Nolan gerði náttúrulega Westworld hann var þar hann var í fyrstu seríunni þar og svo var hann held í aðal vondurinn í einhverjum af þessum White House Down-myndum eitthvað svoleiðis og þá var hann bara svona rosalega vondurkall sko. hann líka í Always Sunny leikurinn eða McCoy bróðurinn sem alltaf að fá sér mjólk í sloppum ógeðslega típur, ógeðslega fyndir. En hvað eiginlega gerst í þessu þetta? Ég man ekki það fer einhvern veginn þannig að hún í raunheimum fara þau inn í leikinn til að leita þau uppi til þess að og hún vil hjálpa þeim þetta ólögleg tækni sko þetta myndi komast upp þannig að hún vil mannréttindabrót, þetta eitthvað stafrænt mannréttindabrót og það eitthvað blaðamaður sem búin að komast að þessu hún vil svo hjálpa þeim en hann vil bara útrýma þeim til að koma bara svona slaufa þessu algjörlega og á sama tíma þetta svona game drama með einhverju svona, þú veist, við erum að hoppa fram og aftur í raunheimum í stafræna heiminn og svo endar þetta á að ástæðan fyrir að hann að reyna að fela þetta svo mikið að hann með svona klón af hinnustofnum Jesse Plemons inn í leiknum sem hann bara nota til þess að búa til og þróa leikinn hann bara grafin lifandi í kjarna leiksins sem hann bara eitthvað í tímaleysi bara happy sko það var helviti gott tvist og svona make a sense eitthvað svona, þú veist, búa til halda áfram að búa til heiminn og verður bara alltaf að halda áfram að búa til heiminn og bæta því sko og þá líka þau náttúrulega hittast klónin af penguin-gelunni og hann raunheima og því að hann virkaði með nördin ég bara meinlega mér góðu gauð sko en þá ætlaði hann að redda henni en samt að halda eftir einum klóni og ég verð bara góðu við hennar sko en þá ætlaði, nei, ég veit alveg að þú verður það ekki sko það er búin að hittast áður sko og það líka, ég var þetta var bara alltaf gaman að fara út í game og þó þetta væri svona Star Trek náttúrulega þetta náttúrulega Star Trek en svo fannst við að vera svona Star Wars vibe í þessu líka svolítið eins og J.J. Abrams hefur komist að náttúrulega puttana eitthvað nei, svo bara tvífara minni sko því að þau náttúrulega hitta fyrir sjálfsig, aðrar útgáfur og sjálfsig og þetta er svona mjög áhugaverður bara svona díalógur og andstæður sko, þú ert að díla við sjálfa þig eitthvað þegar þau eru klónum þá eru með sömu minningar og þau hinmanniskjan með þegar klónin er tekið og hún sko raunverulega gellan sko, þegar hún hittir þegar klónatýpan er sko Captain Kirk í þessu gameskipi sko og svo bara ekki beðast afsökunar, ég var alltaf að því sko þú komið svona ógjaf ákveðnum þáttum í fariðinu hún var rosa góð hún líka sko er búin að vera rosalega mikið að berast fyrir það að fá þætti bara þetta eða eitthvað sem endaði bara með þessari basically bíómynd en hann langaði að fá bara standalone held ég þætti þetta USS Callister dæmi sem hefði nú alveg mögulega getað virkað, maður veit það ekki en þátturinn endar svo á því að sko hann transfera þau öllin í hausinn á Comatose henni í raunveruleikanum svona gerist óvart ekki hún alltaf drepur hann sko og svo þarf hún að setja diskin sjálf og það rugglast einhvern veginn hún ætlaði bara að fara sjálf en hún tekur óvart en þarna líka, þú veist, þessi sem að rána það geta rýna ómikið í teknarna en af hverju hafði hann aðgang að, þú veist Comatose-vélinni hjá þarna var ég alveg svona, come on það er stundum svona frekar mikið suspension þetta var aðeins svo mikið fyrir mig en var þetta ekki bara, þú veist, því að hún er náttúrulega tengt sjálfur í sér, var þetta ekki bara í eðferinu sko það hefði eiginlega verið röggréttara en það sem að presentera sko en svo bara enda þannig að hún er bara með þau í hausnum á sér þau eru áhöfn í hausnum á sér og þau eru bara föst í hausnum á henni en það er ekki hræðileg þetta er hræðileg öll ég veit að ég var að hugsa ég var svona við svo alltaf hvorum ég ætti vorkina meira sko, hvernig heldur það sé að vera með sko bara 7 sjálfstæðar personur bara upp í haustum á þér sko svo er þetta svona, bara við lokum augunum þegar þú fyrir á klósettið og fær svona tindert en á móti kemur í staðin þá þáttum við að horfa hérna á First Wives of Hollywood eða American Housewives eða eitthvað sem var upp á státturinn þeirra í Real Housewives of Atlanta ég var alltaf að horfa á það er dýllin Real Housewives of Beverly Hills var alveg geggjaður hún var alveg geggjað þetta sko
Ég nú alltaf með eina sjálfstæða manneski upp í haustum á mér sko, þannig að þetta bara algjör martröð sko. Já, þú veist ég hugsa alveg svona þegar þessi þáttu byrjaði svona, ég beði alveg með hann og ég var ekkert eitthvað að deyju spenningi fyrir þessum þætti sko. Ég hugsa alveg bara svona þurfti hinn þátturinn framhald ég er svona Nei, ég er alveg sammála ekki neiðsynlega, þetta var samt ágætt sko. Ef það þurfti að gera framhald þá var þetta bara nokkuð Já, þetta var alltaf skemmtilegt og ég er náttúrulega ekki séð fyrir þáttinn ég vissi ekkert það að þetta væri framhald af ykkur og mjög þetta stendur alveg bara eitt og sér sko. Og svo náttúrulega aftur svo erum að segja sko, bara leikararnir gera náttúrulega bara kraftaverk líka þau halda þess alveg uppi sko. Svo eru alls konar að því að árunum við slöfum þessari Black Mirror umræðu, svo er hann alltaf mjög duglur að vera með svona alls konar vísanir hann er alltaf með svona Black Mirror vísanir í þáttunum sumi lög til dæmis, hann er alltaf með þarna eitt lag sem svona haunting, það kom hann í einu þættinum og svo var minnst á þessar artificial bíflugur í fyrsta þættinum sem voru náttúrulega risadæmi í einum þættinum einu sinni og í einhverju seríinu þá var persóna sem var í hérna afhlutur ekki einu þættinu með svona Barneys húfu og þetta er alls konar svona gamla minnast á þetta Tóti tók náttúrulega mikla umröðu í síðasta þætti sem var hérna páskaegg og þetta er bara páskaegg sem að brúkar við að strá út allt þetta er bara skemmtilegt fyrir þá sem hafa áhuga á þannig Nákvæmlega Já, svona hans eigin easter eggs Já. Ég ætla að vísa svolítið í sjálfan mig Þetta er svona mjög loðin vef sem að hann er hérna Black Mirror Cinematic Universe Arnar Ennett tróið sko Ennett tróið, Black Mirror tróið Talandi tróið, það eru gleðið fréttir úr tróinu hvað heitir myndin sem var að koma? Thunderbolts Það er bara að tala um þessi bara besta Marvel mynd bara Arnar ætlum að lúf ekki Við tökum sér þátt Þú varst náttúrulega Flórens Púh náttúrulega næði fyrir þig sko Púari sko Við tökum, Haldur, hvað er þú á Marvel tróinu? Ertu en þá að borða tróinu? Já, ég er sko mjög þættinni margir góðir sko mér finnst það alveg sniðut koncept Já að þetta dýfka svona karaktersköpun og leika sem er sko mér finnst þarna Agatha þættinir skemmtilegir Voru þeir skemmtilegir? Já, mér fannst það Já, en það eftir að horfa á Já, ég glemdi Nei, já, ég var svolítið svona Ég fekk einhvern veginn nóg Trómaðurinn Trómaðurinn Hún var orðið bumbult yfir tróinu Bumbult sko Ég tóð sér gatt sko Þeir eru alltaf að gera grína að ég sé ykkur Marvel trómaður sko bara þegar, þú veist Hann gleipir við öllu sem að fæki hellir fyrir framan hann Mesti neytandi í Ísland Óttur ævar sko Ég get ekki beðið þetta Thunderbolts Nei, bara um leiðum að sér eitthvað svona eitthvað jákvæða fréttir af einhverjum forsýningum Ég ætla líka að minna á að Iron Man kom út í loka apríl 2008 Thunderbolts kom út í loka apríl 2005 Þetta rýmar allt Sjáu, þetta rýmar allt Feige er ennþá með masterplan Rátt fyrir Eternals og hérna Rauða Hulk og Ég held að Avengers Dr. Doom man ekki hvað það heitir Doom Vision, hvað heitir þetta? Doomsday, ég held að það verði ekkert eðlilega komið sko. Svo er komið eitthvað vor er það ekki hvað er það er komið eitthvað svona ensemble mynd er það ekki búið að plana eitthvað Er það ekki Doomsday? Er það Doomsday? Ég held að það er ekki að nýja Avengers myndin Það hafa verið að tala eitthvað um að Punisher muni dúkka upp þar Gaman Það getur verið gaman Varstu búin að horfa á lokaþáttin í Daredevil? Nei, ég er að spara hann Ég verður nú bara að fara á með Otti á þessum myndi bíó og við sitja við leðinu og hann bara með puttan á lofti og benda á allt sem hann þekkir ég man eftir þessum ég veit hvað þetta er þessi Daredevil endar þannig og ég var ekki búin að fatta það en það er búin að galopna og það verður bara dópja af cameos í næstu verki Jessica Jones gæti þurft að mæta Er ekki Jessica Jones besti karakter? Ég var náttúrulega upp á karakterinn Ég er bara leikona líka Ég er náttúrulega rosalega falleg og flott sko. Ég líka tengdi svo við hann sko, hún var í svona svörtum bækarjakk og drakk svona rauðvín, hún var alltaf alski, drakk alltaf rauðvín brafst út, ég sá alltaf sjálfa mig bara í henni sko. Hún var að mynda að tala um daginn að hún fekk basically að ákveða útlitið á Jessica Jones og hún hefði svolítið skemmta fyrir sér, þetta er bara það sem hún gengur í, segir hún sjálf og hann er hún alltaf bara að byrja að cosplaya Jessica Jones þegar hún er bara að fara út úr húsi og segist að það var skemmt sitt eigi lúk með því að hafa það bara í þáttunum. Skreppi Costco er bara in full uniform bara kostjúm. Já. Wow. En þar höfum við það, Black Mirror, sería 7. Já, bara topp meðmæli greinlega og þetta er náttúrulega
bara þessi panel hérna, við getum kallað þetta bara sko tveir á toppnum kontrapunktur, hér eru spekingar að spjalla sko. Kvartettin, nákvæmlega. Það ekki komað að tóma kofanum í bæði sko tækni og tölvum og Black Mirror þegar þessi tveir eru hérna. Nei, og framtíðin í þessu, ég held að koma ekki önnur Black Mirror serið eins og ég skil. Jú. Er það? Það kemur pott. Heldur það? Charlie Brooker bara, ég held að hann sé komin í, hann orðin eins og Jesse Plemons hérna í miðjun af kjarnarum hérna í USS Callister. Honum verður ekkert sleppt þaðan út sko. Kannski var þetta bara vísun í hann sjálfan bara þetta ég hjálpi mér þetta Oddur segir sko að kom ekki meira en hann situr bara, já, pæli hvað ég var bara einhver tölvuleikja blamaður og sjáðu hvert ég komin getur ekkert hægt svo fær hann eina hugmynd skiluru og svo hérna veski tómt og svona veski tómt það eins og bara svo, þú núna, þú veist, stendur hérna á vettvangi sundljónum með hljónumann og kem ykkur við hérna í Oddur, við erum að hérna fara að endur þess að fréttablaði, viltu koma aftur? Nei, ég er fréttamaður kemur hérna fyrir hérna ritstjórunum hérna í leðurfrakkanum I want to talk to you og þetta er fréttablaðið initiative Oddur Ævar post-credit senan Oddur Ævar þetta er galið sko en já, þannig að þeir eru bara í toppmálum annars, spenntið fyrir sumrinu já, svona hóflega en það er svolítið til í að þegar það er gott viður á þessum degi, þá er venilega ekki gott sumar og Siggi Stormur er búin að leggja sín lóð á skálarnar ég er miklar ágjur á sumri, það er alveg ég er mjög peppaður, ég ætla að flýja land sko. Nú? Já, ég ætla að fara til Danmörku og heimsækja strákinn minn. Já, frábært. Og mér finnst alltaf vera gott veður í Danmörku og sumrin. Hann býr á Jótlandi eða ekki? Já, ég veit ekki hvað það er. Árósum? Já, hann er fluttuð þaðan sko. Hann er fluttuð þaðan? Ég hef aldrei áttum á hvernig Danmörk skiptist í þessar 3 eyjur þarna. Ja, þetta er alltaf lítið land til að vera að spá eitthvað í landafræði þetta er bara Danmörk þetta er líka, ef þetta getur bara heitað eitthvað England, Skotland, Wales Fjón og Jylland og eitthvað það ræði ekki við nöfnin á Jylland Jylland og Legoland það verður farið í Legoland hann er nálægt Billund og nálægt Billund áðurinn í slepp ykkur, þá ætlum ég bara að segja ykkur að ég er bóla kafi í hérna Cowboy Universe Já, 1923 Já, ég er löngu búið með það sko Ég er komin í Sheridan Universe Ég er komin í 1883 núna En þessi þáttur, þú hefur alveg mátt vara með aðeins betur við Lokahættin Lokahættin 1923, þetta er bara strákar, þetta er epic Þetta er náttúrulega ekki hægt Þetta er ekki hægt Já, eftir að tekka þessu Snerti þetta strengi Þetta er rosalega gott Snerti þetta strengi, maður var bara búin á búin á því þarna Já, þetta var emotionally draining Mér langaði bara að stíga inn í þáttinn og bjarga málur sko. Er þetta ástæðan fyrir út með þess að spura á striðaskónuðinum? Já Spura þér aftan á skónuðinum? Sporar Áttur veit ekki hvað það er Nei, ég veit ekki hvað Er það ekki spura? Sporar Ég á spora Ég á 3 pör á kúrgasýrum og spora á einum Þetta er svona hjól með gaddahjól eða eitthvað Já, knýja hestin áfram sparkar í hestin alltaf að sé kúrika koma labbandi maður stið vægatörp kling, kling Heyrðu, við erum með risa tilkynningu Já, býtu, ekki bakka svona rætt út úr hérna Sheridan Sheridan Það er náttúrulega Taylor Swift Þú kláraðir ekki Yellowstone? Sko, nei, ég gerði það reyndar ekki Já, en það er ekki ná sko. Ég er bara, þú veist, Kevin Costner einhvern veginn, Já, hann var þinn maður Haldur, ert þú eitthvað búin að horfa á þetta? Ekki neitt að þessu Nei. Þetta er nefnilega, hann er Þetta er vist mjög gott, er það ekki? Já, jú, og ég var að lesa viðtal við Taylor Sheridan frá 2022 í The Atlantic upp á tímaritinu mínu og það er bara búið að fela honum bara Paramount Plus, heyrðu, hér eru bara allir okkar peningar og þú bara búa til hvaða seríu sem þú vilt og hann er bara eitthvað að ræða við blaðamann bara það er bara öll og svo er hann bara sjálfur hann leifir ekki sko hann vil ekki aðri skrifa handritið sín sko hann bara skrifar allt þannig að hann var bara Yellowstone 1883 1923 svona vinni 1944 núna Tulsa King og hann er bara að gera þetta allt sjálfur sko alveg gali sko Nei, en ég ætla að því að við tölum aldrei Yellowstone sérstaklega í þætti það er í loka sérunni bara fyrstu öðrum þætti þá er hann okkar maður töffarinn maðurinn hennar Rip hann þarf að fara eitthvað til Texas eitthvað þá kemur sem er alveg kúriki og var í Tombstone
Sam Elliott Nei, Floyd, þarna Lloyd Kúreka-kallinn, ekki Sam Elliott í 1883 Nei, þá kemur hann og segja, heyrðu, verður til að koma við hérna hjá honum eitthvað Billy Bubbi eitthvað og kaupa fyrir mig spora og þess að þetta eru heilsteiftir spora, sko, hann splæsir hvergi saman málminum, þetta bara steift heilt, sko Shit. Og þetta var alvöru kall og hann drafst rétt eftir að þátturinn var gerður, sko Nei. Og þar með dó þessi verk kunnátta að heilsteipa spora, sko og það kom í lok þáttarins, sko, í minningu Billy Bobby eitthvað sem ég man ekki hvað hétt, sko og þá var þetta alveg hjartað í einhvern Taylor Sheridan, þetta Kúreka blæti og Indiana blæti, sko, heilsteiftir sporar, þetta skipti engum máli fyrir sögur Nei, og svo til ég að sækja fyrir mig spora hjá honum Billy Nei, svo málega, þegar sko svona elitan, þið veitir, þú veist eins og Emmy elitan og allt þetta, hvað þetta heitir, Akademían eða whatever, skilur ekki alveg það en það er aldrei, hans þættir eru aldrei tilnefndir, sko og hann er alveg bara, hann er svo vinsæll í Bandaríkjunum, sko og eins og í The Red States og eitthvað og það er aldrei að reyna að eigna sér hann, sko þetta er svo fyndið, sko, Red States og republikanar er bara, já, þetta er okkar maður og hann er eitthvað svona, þú veist, og hann hefur áður gagnrýnt Trump, sko en svo er hann samt núna orðin svona heyrðu, og svo er hann sagt eitthvað svona gagnrýna hvítum mönnum og eitthvað svona þannig að hann er eitthvað svona og hann var að segja bara, þú veist það verður að tala þetta í greinni, sko að, þú veist, hann sagði bara svona, haldið virkilega að maður eins og ég sem skrifar þetta, þú veist, með mína persónu með, þú veist, Indiana og svo framvegis, þú veist haldið alveg að þetta sé mitt dæmið, þú veist, að höfðu eitthvað sérstaklega til Red States, þú veist, þetta er bara fyrir fólk, sögur fyrir fólk Það er svolítið svona mikil svona old school kallmennska, þetta er svona matsjó, allt sem hann gerir er fárlega matsjó og ætlaði bara að klára það með því gleður fréttir því að þú ertu byrjaður á 1883 það er náttúrulega Sam Elliott sem er náttúrulega bara kongurinn hann er að fara dett inn í Landmann næstu sísón það er hann, geðugt en hann er náttúrulega orðin held í 80 plus þannig að það þarf að drífa í þessu Herru, ég ætla að koma að stjóta þessi með Landmann þannig að þið voru bara að tala um Landmann hérna og ég eitthvað svona svo var ég svona, hvað var hétt eftir þetta sem voru og svo einhver þetta sem heitir Bondsman Já, Kevin Bacon Já, ég er búin með það Er það gott? Já, þetta er skemmtilegt, þetta er svona Ég sá Kevin Bacon, ég bara svona, já, ég var að greina að kíkja þetta en þá var þetta ekki það sama, það er Landmann og Bondmann Bondsman, nei, það er bara, Kevin Bacon er alltaf bara nafnið tryggir gæðin, sko það er alltaf gott Þetta er líka, ég var að segja þetta Oddi, einhvern þætti, svona þar síðast þætti, þú varst ekki Þetta er bara svona cirka hálftíma þættir, sko Já, það er fínt 8 þættir og getur bara skransað gegnum þetta og þetta er svona nett, supernatural þetta er svona eitthvað löggur þáttur hittir hérna Trúblót Nú Oddur byrjar að horfa úrið sitt Nei, bara eitthvað spá Oddur getur ekki betur að komast út í sumrið en hann er með stóra tilkynningu Við ætlum að fagna 100 átum á 2 átóðnum 28. maí í stúdentakjallaranum Hvernig allar að mæta, öll Og ætlar ekki að segja fólki hvernig þú ætlar að fagna Já, bara ætlar að koma í stúdentskjallarann Já, við erum bara komin inn í stúdentskjallarann Já, þetta Oddur Ævar fyrir stöð 2 Hérna er fullt af fólki komið í stúdentskjallarann að fagna Jesus Christ, við ætlum að vera með pubquiz Já Það ekki, er ekki betra en að vera með live show Við getum verið með live show Nei, þú vorst með ákveð þetta pubquiz og við erum núna að tala í þátt 95 þannig að það eru 5 þættir í þetta og 28. er miðvikudagur og þá kemur 5 dagar þar á eftir og það er uppstigningardagur og þá kemur þáttur 100 þetta er svona preview og það verða náttúrulega pubquiz spurningar unnar upp úr öllu því efni sem hefur verið talað með þessum 100 þáttum Það ekki, það er svona kvikmynda og sjónvars pubquiz með 2 tónum í veði Það er að taka binds á alla þættina Já, það geti stóraukið sigurlíkurnar Það hjálpar og Oddur sem er markasteild tekja á topnum það er svona, eins og ég talaði upp sko, vera stóri, svo Artur Karlsdóttir alltaf er eitthvað vesen út af þessu já, tæknideildin þarf að skoða þetta sem mestalagi Jói tæknimaður þannig að Oddur er markaðsdeildin hérna og hann er að vinna í hérna vinningum en ég hef búin að ákvæða samt að í fyrstu velun verða sko 10 sérvaldar DFT-myndir af mér úr góða hirðinum Það er geðveikt Hversu, how cool is that? Það eru ekki bara konum í vinninga, það þarf meira Já, kannski eitt kristall eða hvað er þetta, klaki? Eitt klaka Heyrðu, það er stýrt í það Það er bara hannig Hvernig verðum við til trús í eitt event á Facebook og dröfar? Ég ætla að gera Tæknidild þeirra tóknum Tæknidild Sækja á tóknum Ég ætla að gera
Ég ætla að búa til event. Já, á Facebook og þar erum við náttúrulega með hérna hópinn toppfólk sem að hérna ég skil ekki okkur fleiri drullastikil þess að koma þar inn. Ná, ég samla. Þetta við erum ekki búin að slefa upp í 600 en þá. Nei, gali sko. Og það fullt af sko verri hlaðvörpum og bara verri málstöðum sem eru með sko mörg þúsund fylgjendur. Gali sko. Næs ekki. Gali. Samt líka því við erum alltaf í hverjum þetta á lofi ef við ætlum að setja eitthvað ítarefni sko. Svo er ég alltaf svo þreyttur sko. En það getur verið að við setjum eitthvað lista yfir bestu Black Mirror þættin eða eitthvað. Það verður gott. Mögulega. Bestu öfum sem ég heyrt. Já. Ekki bara fara út að fakka. Jú, settu bara hérna þetta númeraspjald frá Nivea framan á maðanaður og hlauptu út í sumarið. Takk fyrir komunastrákar. Já, bara geggja haugur. Þú milli færi bara svo á mig. Já, fagnar sanns ekki á fljótt. Arnar Tómas Eirna, kannski kemur þessi þáttur aldrei. Nei, það er hárið. Það að íta á takkan. Já.